grænna varaáætlun orkuöflun og orkuframleiðslu Hellisheiðarvirkjunar og þá tekur fyrstur til máls borgarfulltrúi og tillöguflytjandi Sóley Tómasdóttir. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Vendi þá mínum kvæði í kross og færum okkur yfir í orkuveituna. Eitt af 3 grunngildum Orkuveitu Reykjavíkur framsýni og það útskýrt sem svo að veiturekstur sé í eðli sínu viðfangsefni til langs tíma og þarfir íbúanna fyrir þjónustuveitufyrirtækjanna úreldist ekki. Þetta grunngildi nauðsynlegt og kannski nauðsynlegast af þeim 3 sem eru í gildi, ekki bara vegna þess sem rakið á síðunni, heimasíðunni, heldur einnig vegna þess að Orkuveita Reykjavíkur að sýsla með auðlindir sem að þróast á jarðsögulegum hraða. Og þessar auðlindir skeita engu ársreikninga eða kjörtímabil okkar mannanna. Rekstur orkufyrirtækis verður að byggja á miklu lengri framtíðarsýn heldur en annar og hefðbundnari rekstur. Á heimasíðu Orku Náttúrunnar sem dótturfyrirtæki, nýstofnað dótturfyrirtæki Orkuveitunar, skuldbindur fyrirtækið sig til að nýta auðlindir náttúrunnar af ábyrgð og nærgætni og þar lögð rík áhersla á að starfsemin leiði til betri lífsgæða í dag og til framtíðar. Það alveg skýrt að stefna Orkuveitu Reykjavíkur að axla ábyrgð gagnvart komandi kynslóðum. Auðvitað ætti þetta að vera sjálfsagt, en hvernig stendur Orkuveita Reykjavíkur sig í að framfylgja þessari stefnu sinni? Erum við í alvörunni að horfa til mjög langrar framtíðar og getum við fullyrt að núverandi starfsemi leiði til betri lífsgæða í dag og til framtíðar? Erum við að gera okkar besta til þess að svo sé? Ég spyr. Var horft til langrar framtíðar þegar ákveðið var að byggja alla 5 eða 6 áfanga Hellisheiðarvirkjunar og svo til sama tíma? Eða þegar gerðir voru skuldbindandi samningar við Norðurál afhendingu á orku sem enginn vissi hvort eða hvernig yrði ínáanleg? Var þetta gert af nærgætni og með einhverju vissu að ákvarðanirnar myndu leiða til betri lífsgæða í dag og til framtíðar? Nei, líklega ekki, en við glímum við afleiðingar þess í dag. Við glímum við niðurdrátt á virkjanasvæðinu, við erum í vandræðum með loftmengun á völdum virkjunarinnar og við eigum fullt í fangi með að uppfylla skilyrði rekstrarleyfis að dæla affallsvatni aftur niður í bergið. Við sitjum uppi með raforkusölusamning vegna Helguvíkur sem við hefðum aldrei átt að samþykkja og munum aldrei geta staðið við og við eigum fullt í fangi með að afhenda þá orku sem okkur ber samkvæmt samningum núverandi virkjanir. Auðvitað eru þetta ákvarðanir sem teknar voru í fortíðinni, samt ekki fyrir svo löngu síðan og ekki bara af fyrrverandi borgarfulltrúum. Okkur getur fundist hvað sem þessar ákvarðanir, verið ósammála og farið yfir þær í löngu eða stuttu máli og höfum aldeilis gert það, en hvað sem okkur kann að finnast, þá eru viðfangsefnin til staðar, risastór vandamál sem okkur ber að leysa og þá spurning á hvaða forsendum við ætlum að gera það. Ætlum við að halda áfram bara upp á von og óvon án framtíðarsýnar og nærgætni eða ætlum við að læra af reynslunni og vinna í samræmi við þau gildi sem fyrirtækið hefur sett sér? Ég spyr. Forseti, eins og allir vita, þá greiddi ég atkvæði gegn tengingu Hverahlíðarholana við Hellisheiðarvirkjun. Ég hafði og ég hef enn miklar efasemdir að þetta sé lausn. Ég tel að það hefði þurft að skoða fleiri leiðir með hliðsjón af framtíðarnýtingu á svæðinu en það fór sem fór og ég get lítið gert í því. Það sem ég þó get gert og ætla að gera hér í dag að gera kröfu varaáætlun ef meint lausn kemur ekki til með að virka sem skyldi. Ég legg því fram svohljóðandi tillögu með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að beina því til Orkuveitu Reykjavíkur að finna varaáætlun orkuöflun og orkuframleiðslu Hellisheiðarvirkjunar. Áætlunin taki til ólíkra sviðsmynda varðandi þá stöðu sem upp kann að koma gangi áætlanir tengingu borhola í Hverahlíð við Hellisheiðarvirkjun ekki eftir, tilvitnun lýkur. Tenging borholana í Hverahlíð við Hellisheiðarvirkjun gæti alveg virkað sem lausn. Ég hef engar forsendur til að útiloka að þannig náist jafnvægi á svæðinu og virkjunin standi undir þeim 303 megavöttum sem henni ætlað langt inn í framtíðina. Það væri gott og verði svo skal ég vera fyrsta manneskjan til að viðurkenna að ég hafi haft rangt fyrir mér og ég skal gera það með gleði. En reynist svo ekki vera, reynist svæðið minna eða öðruvísi en gert ráð fyrir, hvað þá?
Hvað ætlar Orkuveitan að gera ef í ljós kemur eftir 1 ár eða 3 ár eða 10 ár að svæðið stendur ekki undir 303 megavatta raforkuframleiðslu? Það liggur ekkert fyrir og ég hef ekki fengið nein svör við því, sitjandi í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur, hafandi verið í eigendanefnd Orkuveitunar og verandi í borgarráði og borgarstjórn. Engin svör og engar varaáætlanir hafa verið lagðar fram vegna málsins. Það hefur enginn fullyrt heldur að þessi lausn komi til með að virka langt inn í framtíðina. Það hefur enginn gert ráð fyrir öðrum lausnum ef hún virkar ekki. Það er það sem mér finnst ekki ganga. Til þess eru of miklir hagsmunir í húfi, bæði fjárhagslegir og umhverfislegir, auk þess sem að það rímar engan veginn við grunngildi og stefnu Orkuveitu Reykjavíkur og Orku náttúrunnar að haga sér með þessum hætti. Orkuveitunni ber að fara varlega í allri sinni starfsemi, verja fjármunum almennings af ábyrgð og yfirvegun og tryggja að umgengni við náttúru og auðlindir takmarki ekki tækifæri komandi kynslóða. Það er því eðlilegt að borin sé upp tillaga varaáætlun vegna málsins hér í borgarstjórn og raunar synd að það hafi ekki fylgt upphaflegu áætlunina. Sjálf get ég tekið á mig sök vegna þess. Ég hefði auðvitað átt að leggja þetta til fyrir löngu en betra er seint en aldrei. Ég vonast því til að borgarstjórn samþykki að unnin verði varaáætlun sem hægt verði að virkja ef núverandi áætlanir gangi ekki eftir, að við getum tryggt hagsmuni borgarbúa í nútíð og framtíð og staðið með grunngildi fyrirtækisins framsýni. Þá er borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Björn Blöndal næstur á mælendaskrá. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Tillaga borgarfulltrúa Sólveigar Tómasdóttur að hvetja til að gerð sé varaáætlun orkuöflun og orkuframleiðslu Hellisheiðarvirkjunar er góð og gild og vissulega rétt að þarna er töluverð óvissa ýmsa þætti. Það hefur verið farið þarna bratt í orkuöflun og ég held að sé allir sammála það að það hefði mátt, það hefði verið farsællega menn hefðu gefið sér meiri tíma til að í upphafi til að skoða hvað þetta svæði í raun og veru ber. En ég held að það sé nú kannski það sem að sé ráðlegast að gera í þessu sé að og legg til það málsmeðferð að við vísum þessu máli til borgarráðs og fyrsta kastið fáum þangað inn fulltrúa Orkuveitunar til þess að svara fyrir það meðal annars hvernig hefur staðið því að borgarfulltrúi Sólveigu Tómasdóttur hefur ekki tekist að fá svör þetta og hvort eru raunverulega einhverjar tillögur eða hugmyndir til staðar þetta málefni og við getum svo í framhaldi þaðan tekið málið lengra ef þörf er á. En það er bara ástæða til þess að þakka borgarfulltrúanum fyrir að vekja máls að þessu. Við þurfum alltaf, og það er bara gott að við séum alltaf vakandi fyrir því hvernig við erum að nýta okkar náttúruauðlindir, alveg sama hverjar þær eru. Það er alveg ljóst að svona nýting á jarðvarma eru svona, já, hvað maður að segja. Þetta eru vísindi sem eru breytileg. Það er til dæmis talað það að sú þekking sem afla sér á einum stað varðandi nýtingu á jarðvarma, hún eigi hugsanlega alls ekki við á öðrum og til dæmis nýting á þekkingu milli landa hefur reynst nokkuð snúin því að það er mat á hverju svæði fyrir sig og eiginleikar hvers svæðis fyrir sig eru svo breytilegir
Þannig að þetta er mjög verðugt málefni, verðugt viðfangsefni og mikilvægt að hafa þetta að vera vakandi fyrir því. En ég legg til þessa málsmeðferð að við vísum málinu í borgarráð og öflum frekari upplýsinga stöðu mála þar. Takk fyrir. Þá er borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil eins og borgarfulltrúana á undan mér þakka Sólveigu Tómasdóttur borgarfulltrúa fyrir tillögu hennar orkuöflun orkuöflun og orkuframleiðslu fyrir Hellisheiðarvirkjun. Ég held að sé mjög gott að fá málefni orkuveitunar og Hellisheiðarvirkjunar hingað inn í borgarstjórn. Við höfum að sömu leyti borgarstjórnin fjarlægst orkuveituna á kjörtímabilinu svona út frá því að ýmis mál henni tengd hafa ekki kannski hlotið þá umræðu í borgarstjórn sem ég hefði talið nauðsynlegt. Það voru stjórnarmenn sem sitja ekki í borgarstjórn skipaðir í fyrirtækið og þráttur að þeir hafa mörg staðið sér vel og beru auðvitað hag fyrirtækis fyrir brjósti. Þá má heldur ekki gleyma því að það er mjög mikilvægt að borgarfulltrúar fylgist grannt með þessu stóra fyrirtæki sem hefur mikil áhrif á lífskjör borgarinnar nú og fjárhag borgarsjóðs eins og dæmin sanna. Og þess vegna er alveg nauðsynlegt finnst mér að við borgarfulltrúar séum allir, ekki bara sumir, svona eitthvað inn í helstu málefni fyrirtækisins og leið helstu verkefna sem hún glímir við hverju sinni. Og þetta er eitt af þeim, Hellisheiðarvirkjun, sem hefur að sömu leyti reynst fyrirtækinu erfiðar í biti og það hefur ekki allar spár gengið eftir, ekki hvorki varðandi fjármálin nýja jarðhitanýtinguna og ég get tekið undir það sem borgarfulltrúarnir sögðu mér hér á undan mér. Ég tel að það hafi fullgeyst verið farið við uppbyggingu virkjunarinnar. Það hefði verið mun betra að byggja hana upp á lengri tíma heldur var ákveðið, láta nokkur ár líða á milli áfanga og byggja þetta svona í skrefum til þess að láta reyna á framleiðslugetuna og læra af henni hverju sinni. Það sjálfsagt við veltum þessu fyrir okkur, svona fyrir framtíðina þegar við ráðumst í sambærileg verkefni. Ég held að við þurfum að velta slíkum málum fyrir okkur í hvert sinns þegar rætt að borgarstjórn fari í stór verkefni eða heimili fyrirtæki sínum að fara í nýja virkjanir eða bara stór verkefni sem kostar mikla peninga. Við getum auðvitað lært af mistökum úr fortíðinni og komið þá vonandi í veg fyrir að þau endurtaki sig í framtíðinni. Maður getur nefnt sem dæmi hugmyndir að borgin fari að reka eða stórauki rekstur á húsnæðiskerfi, að þá þurfum menn að velta því fyrir sér hvort að menn hafi farið bratt í uppbygginguna og skuldbindingar á sínum tíma. Það er ekki hægt að segja annað en Hellisheiðarvirkjun hafi að mörgu leyti verið vel undirbúin og það var reynt að huga þar að öllum þáttum, bæði varðandi fjármögnun en einnig varðandi mengunarmál og hvað fjármögnunar varðar þá töldu menn að það væri í lagi að taka alveg geipifé að láni til slíkra framkvæmda því að menn sáu ekki fyrir sér þá erfiðleika sem sköpuðust í efnahagslífi 2007-2008 og árunum eftir það, jafnir þáttur að það sé í rauninni bara endurtekning á kreppum sem koma reglulega yfir atvinnulíf. Eins má segja með mengunarmálin, menn sá ekki alveg fyrir sér endan þegar menn byrjuðu á að skoða mengunarmálin og rauninni þegar að Hellisheiðarvirkjun var í undirbúningi þá var oft talað það, þá voru mikla deilur hér á landinu og í borgarstjórnum vatnsaflsvirkjanir og þá var oft bent á þessar jarðvarmavirkjanir
svona græna kostin eða umhverfisvæna kostin við hliðin á hinum virkjunum. Og það er auðvitað, sú skoðun var sett fram á sínum tíma og er auðvitað mjög umdeild núna. En ákvörðun að reisa þessa virkjun var tekin á árinu 2001 og þá hófst þegar undirbúningur framkvæmda. Í ársskýrslu Orkuveitunnar vegna ársins 2002 þá kom þegar fram að stefnt væri að miklum fjárfestingum og lántökum hjá fyrirtækinu á næstu árum út af þessu og þetta myndi bætast við fjárfestingar sem fyrirtæki var þegar með í pípunum og þar var gert ráð fyrir því að stór hluti af þessum framkvæmdum yrði tekin að láni og endurgreiðsla lána myndi ekki hefjast að ráði fyrr en upp úr 2010 og þá var sagt í þessari áskýrslu að áætlanir bentu til að á næstu 10–20 árum þá yrði Orkuveita komið með 300–400 megavött í rafmagnsframleiðslu í virkjunum sínum og yrði þannig farin að framleiða 15–20% af heildarframleiðslu landsins. Og þetta var í áskýrslu fyrirtækisins vegna ársins 2002 og árið 2003 samþykkti síðan stjórn Orkuveitunnar viljayfirlýsingu um orkusölu til stóra aðila og þannig getum við sagt að boltinn fara að rúlla. Ég segi þetta hér í borgarstjórn vegna sem mér finnst stundum eins og þegar borgarfulltrúar tjá sig á opinberum vettvangi um málefni Orkuveitunar þá er stundum eins og þeir haldi eða vilji láta aðra halda að vandræði Orkuveitunar hafi einhvern veginn orðið til á síðasta kjörtímabili. En það er alrangt eins og svo sem oft hefur verið bent á í þessum sal. Þessi vandamálin eða verkefni sem leitu til þessara fjárhagsvandra Orkuveitunar þau eru það langmestu til á þar síðasta kjörtímabili og það var verkefni stjórnar Orkuveitunar á síðasta kjörtímabili að vinna úr þeim ákvörðunum sem þegar höfðu verið teknar. Þetta kemur meðal annars nokkuð vel fram í úttektarskýrslu um Orkuveituna sem kom út fyrir á kjörtímabilinu. Og svo þekkjum við þá sögu, hún var rakin hér vel í borgarstjórn á síðasta ári varðandi orkuöflun til Hellisheiðarvirkjunar og það er að sjálfsögðu, það er mjög umdeilt mál og ekki ætla ég að það eru mörg álitamál upp í því eins og borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir kom vel inn á og ekki ætla ég svo sem að taka afstöðu til álitefni eitthvað sterkt að því leyti en það er hins vegar alveg rétt að menn hafa ákveðið að bregðast við ákveðnum vandamálum sem hafa komið upp með því að tengja borholur í Hverahlíð við Hellisheiðarvirkjun og þannig vonast menn til þess að menn nái fullri nýtingu og arðsemi út úr Hellisheiðarvirkjun. Nú varðandi það sem segir í greinargerð með þessari tillögu að það er ekki talsverð óvissa hvort og þá hversu lengi virkjunin standi undir áætlaðri 303 megavatta orkuframleiðslu þá hygg ég að sú tala, hún hafi svona verið hámarkstala, það hafi verið tala, ég held að sú tala vísi til svokallara hámarksnýtingar, toppnýtingar og það hafi aldrei verið gert ráð fyrir því með við þær borholur sem hafa verið bólaðar að þetta yrði eitthvað jöfn nýting. Hún er kannski í kringum, hún er töluvert lægri en núna má gera ráð fyrir að það sé verið að keyra virkjunina á kannski 270–80 megavöttum og það er svo tala sem var gefin upp á síðasta ári og mér er ekki kunnugt að það hafi neitt orðið frekari niðurdráttur í þessu síðan. Þetta sé stöðugt enda kannski er ekki hægt að draga alltakar ályktanir á þessu frá ári til árs en hins vegar er það auðvitað þannig að þetta sígur smám saman niður á við og rekstur virkjunar eins og Hellisheiðarvirkjunar gengur auðvitað út á að halda framleiðslunni uppi, halda orkunýtingunni uppi og það er ýmsar leiðir til þess. Eftir að hafa farið vandlega yfir málið þá samþykkti stjórn Orkuveitunnar að fara í þessa svokölluðu tengingu við Hverahlíð og ég held að flestir telji nú að það muni ganga eftir. Ef það bregst af einhverjum ástæðum sem ég sé ekki fyrir mér hverju gætu orðið, þá býst ég við því að Orkuveitan hún gæti bjarga sér með því að bóra annar staðar. Það eru ýmsir kostir í boði
Það hefur svo sem, ég man ekki betur en það hafi verið farið nokkuð vel yfir þessa kosti á sínum tíma og þeir eru til reiðu. Ég held að jarðfræðingar Orkuveitunnar og verkfræðingar, þeir hafa alveg hugsað upp ráð ef eitthvað bregst, því að þessi bransi þannig að það getur auðvitað ýmislegt brugðist og þá þarf að hafa einhverja varaleiðir. En mér svo sem ekki kunnugt að það hafi verið samin einhver sérstök varaáætlun, formleg varaáætlun, þó það sé mikil þekking á þessum málum af fyrirtækins og menn lumi alveg ýmsum ráðum til að bregðast við ef svo illa færið það dragi verulega þarna úr framleiðslu. Það mætti kannski alveg, ég held að orðið eru til alfyllst og ég held að það sé bara mjög gott að við tökum þessi mál hérna inn í borgarstjórn og borgarráð. Við Sjálfstæðismenn styðjum þá málsmeðferðartillögu að vísa málinu til borgarráðs og það hægt að kalla þá forstjóra Orkuveitunnar og fleiri fagmenn þaðan inn á fund til að fara vel yfir þessi mál með okkur og sjálfsagt að ræða það bara. Kannski má vel fara rök fyrir því að það verði bara unnin að þessi vinna sem þegar hefur átt í staðinn Orkuveitunnar og á sér stað eftir því sem ég best veit, að hún verði sett í það form að það verði dregin upp slík áætlun og kölluð varaáætlun. Ég held að þessi sjálfsagt að fara yfir það betur. Ég tel líka sjálfsagt að ræða þessi mál betur hér í borgarstjórn þegar að þetta hefur verið rætt í borgarráði. Borgarráði eðli málsins samkvæmt hægt að fara kannski betur yfir málin, það hægt að fara yfir þetta á glærum og svona fara dýpra ofan í málin. En mér finnst líka sjálfsagt að þetta komi aftur hingað inn í borgarstjórn og við svona getum sagt frá niðurstöðunni hér því að ég tel heldur ekki að það er að vísa málum automatískt inn í borgarráð úr borgarstjórn. Borgarstjórnin er málstofa og það tekur sjálfsagt ekki ábyrgðina af þeim borgarfulltrúum sem sitja ekki í borgarráði að málum sé vísað þangað. Þannig að leið við getum alveg fallist á þetta þá myndi ég óska eftir víðtækari umræðu þessi máli í borgarstjórn seinna. Hellisheiðin er mikið hagsmunamál, bæði fjármálin ekki síður umhverfismálin. Hvort að virkjunin geti skilað því á næstu árum sem áætlað hefur verið. En einnig varðandi ýmis mál sem hafa komið upp varðandi kvartanir frá íbúum og atvinnurekendum í nágrenni virkjunarinnar. Og þetta þarf alltaf að fara yfir og auðvitað gerum við okkur vonir það að það gangi eftir sem fyrirtæki stefni að eyða þessari mengun eða draga minnst kosti stórlega úr henni með nýstárlegum aðferðum sem núna verið að keyra upp á heiðinni. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá tekur síðastu til máls borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir. Forseti, ég held að það verið full bratt að fullyrða að þetta veri síðasta ræðan, en við skulum sjá hvað setur. Mér skilst á máli borgarfulltrúa hér, bæði Kjartans Magnússonar og Björns Blöndal borgarfulltrúa, að þeir hafi ekki heldur svör það hvað gert verði ef núverandi viðbragðsáætlun virkar ekki. Ég gat heldur ekki betur heyrt en að báðir borgarfulltrúarnir deildu áhyggjum mínum af varaáætlunar skortinu. Það sem ég skil ekki af hverju borgarráð á þá að taka málið til afgreiðslu. Ég gæti vel fellt mig við það að tillagan yrði samþykkt hér og svo vísa til meðferðar í borgarráði þar sem eðlilegt væri að stjórnendur Orkuveitunnar kæmu og greindu frá því sem að þeir hygðust fyrir. En að vísa þessu til borgarráðs finnst mér mjög undarlegt og mér finnst mjög undarlegt að borgarfulltrúar treysti sér ekki til að taka afstöðu til málsins í heyranda hljóði hér. Það var jú hér í þessum sal sem að tengingin var samþykkt án þess að varaplanið væri til staðar. Mér heyrist á máli borgarfulltrúa þeir séu sammála mér að það væri æskilegt ef varaáætlun væri til staðar og því eðlilegt að ákvörðun þessa viðbót verði tekin hér líka. Sú málsmeðferð sem að borgarfulltrúi Björn Blöndal lýsti og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon tekur undir af einhverjum undarlegum ástæðum sú að fá stjórnendur Orkuveitunnar inn í borgarráð til að skýra frá mögulegum áætlunum sínum ef að þær eru til. Mér finnst það bara ekki gott. Hafi stjórnendurnir einhverjar hugmyndir það hvað þeir ætla að gera, þá ber þeim að leggja þær fram til samþykktar okkar sem að berum bæði lýðræðislega og stjórnkerfislega ábyrgð á rekstri Orkuveitunnar.
Varaáætlun vegna svona stórra almannahagsmuna á ekki að liggja í skúffu stjórnenda sem að bera hvorki pólitíska né lýðræðislega ábyrgð. Umræður þessa varaáætlun eiga að fara fram í heyranda hljóði þar sem almannahagsmunir eru það ríkir. Það er okkar sem að hér erum að axla pólitíska ábyrgð á þessu fyrirtæki og fylgja því eftir að fyrirtækið starfi í samræmi við þá framtíðarsýn sem að henni er ætlað. Við berum ábyrgð á því að fyrirtæki starfi í þágu núverandi og komandi kynslóða og það er okkar að tryggja að fyrir liggi áætlanir sem að tryggja þetta eftir fremsta megni. Þetta er ekki eitthvað sem að við getum tekið í einhverjum samtölum sem að enginn heyrir inni í borgarráðsherbergi. Við verðum að láta útbúa þessa áætlun og það er okkar að taka ákvörðun að þessi áætlun verði gerð. Ég get vel fallist á það að það verði, og sennilega þarf margar umræður í borgarráði eða jafnvel á vettvangi stjórnar Orkuveitunnar eða jafnvel einhverjum starfshópum það hvernig við ætlum að útfæra þessa varaáætlun og hvernig þessi varaáætlun gæti fungerað sem best. En að við getum ekki samþykkt að það þurfi að láta gera þessa varaáætlun hér finnst mér í hæsta máta óeðlilegt. Ég legg því til að borgarstjórn samþykki tillöguna hér efnislega en feli borgarráði frekari meðferð málsins. Þá borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið máli sínu. Þá tveir óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og þá fyrstur Einar Örn Benediktsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég var bara að hugleiða aðeins í samband við þetta því að þessi tenging núna með að tengja tvær pípur inn í Hellisheiðarvirkjun, það er í raun og veru varaáætlun ef að Hellisheiði sé að fara að gefa upp öndina. Þannig að þetta ætti að vera eiginlega varaáætlun við varaáætlun. Hvað gerist ef að það virkar ekki? Á einum af þessum kynningafundur sem að ég hef setið vegna orkuöflunar vegna Hellisheiðarvirkjun þá var minnst á, með minnir að hafi verið háhitasvæðið Big Sur, þar sem að þar var virkjað til helvítis og tilbaka aftur og allt hrundi þar og þá held ég að við þurfum kannski að fara að líta á það og þá ætti þessi varaáætlun við varaáætlun að taka til þess hvað gerist ef allt hrynur þá tekur það smá tíma að byggja sig upp aftur, einhverja 20 ára. Þannig að það væri þá eina vitið að svona varaáætlun gerði ráð fyrir því allt myndi hrynja og Hellisheiðarvirkjun gefi upp öndina og síðan myndum koma smá saman, ná aftur þrótti, kannski ekki alveg að fullum þrótti og miðla þá að þeim aðlögunar tíma liðnum þannig að ég held að það sé kannski svona hluti af varaáætlun við varaáætlun en sjálfur er ég mjög hlynntur því að fá þessar upplýsingar inn í borgarráð þar sem hægt þá að vinna frekar úr þeim og síðan að taka það til umræðu hér í þessum sal. Takk. Þá borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson lokið við það að veita andsvar. Það svarar andsvari borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir. Forseti, góð borgarfulltrúar, já, ég get vel tekið undir það. Auðvitað er þetta varaáætlun við varaáætlun eða kannski heldur viðbragðsáætlun. Þetta er viðbragð við því að það sem til stóð að gera stóð ekki undir væntingum, svæðið stóð ekki undir væntingum, við brugðumst við eða þið brugðust við með þessari meintu lausn og ég er að leggja til að það verði gerð varaáætlun vegna þess að þær áætlanir sem Orkuveitan hefur gert fram til þessa hafa sumar hverjar, ekki allar en sumar hverjar og meira segja margar, ekki staðist. Það hafa komið upp bæði fyrirséð og ófyrirséð vandamál og það er skylda okkar að leggja það til að gerðar séu ríkar varaáætlanir eða innihaldsríkar varaáætlanir og nokkuð svona skilmerkilegar þegar að verið að sýsla með þetta svæði vegna þess að við erum mjög stutt á veg komin í jarðvarmavirkjana fræðunum. En mig langt til að spyrja borgarfulltrúan á móti, telur borgarfulltrúin sig ekki geta byggt á þeim upplýsingum sem að hér liggja fyrir, tekið afstöðu til þess hvort að það á að vera varaáætlun í gangi eða ekki. Það er það eina sem borgarfulltrúar þurfa að samþykkja hér í dag, á að gera varaáætlun eða ekki. Og ég óska eftir svörum frá borgarfulltrúan. Þá borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið við það að svara andsvari. Þá veitir andsvar borgarfulltrúi Björn Blöndal. Já, forseti, góði borgarfulltrúar. Það er gott að blessað að borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir sé svona ákveðin í að það sé ekki rétt að
skoða þetta mál betur á vettvangi borgarráðs og við verðum endilega að samþykkja hér þessa tillögu áður en við öflum okkur frekar upplýsinga hana eða þessi mál. Ég held ég geti talað fyrir hönd meirihlutans að við föllumst ekki á það. Við höldum okkur við þá málsmeðferðartillögu sem að ég bar hér upp áðan, að málinu verði vísað til borgarráðs og að þar fáum við inn stjórnendur Orkuveitunar og látum gera grein fyrir því hvaða áætlanir eru til staðar, hvort sem að þær eru grafnar í skúffu eða ekki. Mér finnst nú reyndar afskaplega ólíklegt að málin séu grafin í skúffu þar og það er enginn að tala um það. Og þetta er náttúrulega svona, ég skil ekki alveg, svo ég sletti, ég skil ekki alveg þetta game. Ég held nú að málefni Orkuveitunar hafi sjaldan verið, allavega efast ég að eins ítarlegar og góðar upplýsingar stöðu Orkuveitunar hafi komið fram hér í borgarstjórn og borgarráði og á vettvangi borgarstjórnar en einmitt á þessu kjörtímabili. Enda er búið að taka hressilega til í málum þar og koma því góða fyrirtæki úr erfiðri stöðu í mun bærilegri. Það er engin leyndarhjúpur sem hvílir yfir borgarráði. Þaðan eru gögnum miðlað og upplýsingum og það er engin að grafa neitt og við viljum taka málið fyrir á þeim vettvangi og ég legg bara til að við gerum það. Þá hefur borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir. Forseti, góðu borgarfulltrúar, íslenska þýðingin á orðinu game er leikur og þetta er engin leikur. Ég er ekkert að skemmta mér hér við einhvern leik. Ég hef raunverulegar áhyggjur af því að sú áætlun sem að uppi er til þess að halda uppi fullri framleiðslu á Hellisheiði standist ekki og mér finnst eðlilegt að gera kröfu varaáætlun komi það ekki til með að gerast. Mér finnst undarlegt að meirihlutinn treysti sér ekki til þess að taka afstöðu til málsins hér. Ég legg áfram til að tillagan verði borin upp til atkvæða og óska eftir því að fólk geri grein fyrir afstöðu sinni hér með það hvað það er sem að borgarfulltrúarnir þurfa frekari upplýsingar um. Það er ljóst að við erum að fara í áhættusama, eins og borgarfulltrúarinn sagði sjálfur Björn Blöndal hér áðan, þetta er áhættusamt verkefni. Við vitum ekki hvort að það kemur til með að heppnast en það þarf samt frekari upplýsingar áður en við ákveðum að búa til varaáætlun. Það finnst mér skrítið, ég legg til að tillagan verði samþykkt hér. Þá hefur borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið við það að svara andsvari. Það veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Björn Blöndal. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúa Sólveigu Tómasdóttur fyrir þýðinguna og orðinu game. Og það er það bara kannski skýrara að spyrja sig hvaða leikur er þetta. Við erum búin að, eða ég held ég fyrir hönd meirihlutans, er búin að gera nokkuð vel grein fyrir því að við viljum bara fá frekari upplýsingar hvaða áætlanir eru til staðar, hvernig stendur á því að það eru engar áætlanir opinberar og svo framvegis og það er ekkert undarlegt við það að vísa málinu þangað og það er algjör óþarfi hjá borgarfulltrúa Sólveigu Tómasdóttur að krefjast þess hér að hver og einn gerir grein fyrir atkvæði sínu og búa þar með til einhverja svona tortryggni málið eins og hér er einhvern veginn að fara að fela eitthvað. Þetta er svona bara, mér finnst þetta svona svolítið villisisgangur, satt að segja. Við erum bara að reyna að taka hér góða og skynsamlega ákvörðun. Þessi tillaga kemur fram. Við leggjum til að henni sé vísað inn í borgarráð, þar séu fengnir inn stjórnendur Orkuveitunar, þeir geri grein fyrir því sem þeir geta ekki gert hér í þessum sal, hvað er til staðar og við höldum okkur bara við það. Ég legg sem sagt bara aftur til þá málsmeðferð að málinu séu vísað í borgarráð og þar sé aflað frekar upplýsinga þetta. Takk fyrir það. Þá er borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það að veita andsvari öðru sinni. Þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir.
Forseti, góðir borgarfulltrúar, við getum bara verið sammála með að vera ósammála hér, en ég frábið mér einhverjum dómum það að hér sé vitleysisgangur í gangi og finnst vægast sagt undarlegt að borgarfulltrúi sem að hér státar sig af og býður sig fram til þess að bæta samskipti í sal borgarstjórnar saki samstarfsfólk sitt vitleysisgang. Ég búin að margútskýra fyrir borgarfulltrúanum að ástæðan fyrir því að ég legg þetta til hér svo að ég hef áhyggjur af stöðu Orkuveitunnar og mér ber sem kjörnum fulltrúa sem ber lýðræðislega ábyrgð á fyrirtækinu að leggja þetta til hér. Ég ekki með neinn vitleysisgang, ég efast að þessi málsmeðferð sé til bóta fyrir Orkuveitu Reykjavíkur og þess vegna legg ég mjög hart að borgarfulltrúum að samþykkja tillöguna hér. Það mitt hlutverk hér í borgarstjórn. Við eigum að geta talað saman af virðingu hvert við annað og ég legg til að borgarfulltrúin láti knéfylgja kviði í yfirlýsingum sínum málefnalegri og yfirvegaðri samvinnu hér í sölum borgarstjórnar. Það var borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið við það að svara andsvari öðru sinni. Það var borgarfulltrúi Björn Blöndal óska eftir því að gera stutta athugasemd. Forseti, borgarfulltrúar, ég skal alveg taka það til mín. Ég bið borgarfulltrúa Sólveigu Tómasdóttur afsökunar á því að hafa notað orðið vitleysisgangur. Ég ætla svo sem ekkert að leggja, ég hef enga ástæðu til að ætla annað en að henni gangi gott eitt til og á nákvæmlega sama hátt á hún ekki að þurfa að hafa áhyggjur á að okkur í meirihlutanum gangi neitt annað en gott eitt til. Við viljum bara að haldið sé á málum eins farsælan hátt og hægt Við teljum að farsælasta leiðin til að meðhöndla þessa tillögu sé sú sem að ég hef lagt til, ekki hennar hugmynd og við það situr bara. Málið ekkert grafið þó það fara á vettvang borgarráðs. Borgarráðs ekki leynivettvangur, ég endurtek það bara. Þannig að þessar áhyggjur eru algjörlega óþarfar málsmeðferðinni. Takk fyrir. Það var borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það að gera stuttu athugasemd og þá Kjartan Magnússon borgarfulltrúi næstur á mælendaskrá. Við hvern? Það var búið sko. Óskaði borgarfulltrúi Kjartan Magnússon eftir því að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúa Sólveigar Tómasdóttur. Afsakið, ég misskildi. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla ekki að saka neitt vitleysisgang síður en svo. Ég held að sjáum þetta kannski bara aðeins ólíkt og ég ætla bara að ítreka þakkir mínar til Sólveigar Tómasdóttur borgarfulltrúa fyrir að setja málið á dagskrá með þessum hætti og hún spyr hér áðan. Það eina sem borgarfulltrúar þurfa að taka afstöðu til hér í dag hvort að það eigi að búa til þessa varaáætlun fyrir Hellisheiðarvirkjun eða ekki. Og ég segi bara eins og ég ekki viss. Tillagan kemur fram á föstudegi. Ég var ekki mikið svo sem að hugsa um helgina og nú á samþykkjana á þriðjudegi. Oft hef ég gagnrýnt það að mér finnst meirihlutinn verið að skjóta sér undan því að ræða mál með því að bara vísa þeim í borgarráð. Svo þó ekki í þessu tilviki. Ég held að ég myndi ekki vilja taka afstöðu í þessu málinni fyrir ég hef fengið að fara yfir þetta bara vandlega með sérfræðingum orkuveitunar og jafnvel berendur óháða sérfræðinga. Ég ætla ekki að segja fullera fyrirfram hver niðurstaðan verður. Ég ekki viss. Ég ekki viss að þurfi varaáætlun til og mér finnst algjört frumskilyrði í málinu að við myndum þá fá að skoða gögnin aftur í tíma frá því virkjunin var sett af stað. Við skoðum þessi gögn, mörg okkar hér inni, við skoðum þau mjög ítarlega og vel á síðasta ári. Ég man ekki til þess að þau hafi verið uppfærð með almennilegum hætti síðan og ég myndi segja að fyrsta skrefið í þessu máli væri að við myndum þá bara skoða uppfærð gögn og við getum gert það í borgarráði en ekki þar fyrir þegar þetta hefur verið skoðað í borgarráði og þannig lít ég bara svolítið sá að Sólveig borgarfulltrúa hafi sett málið á dagskrá þessi kom til skoðunar. Þá getum við þá undirbyggt þá ákvörðun hvort að það að fara í þessa varaáætlun eða ekki. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að veita ansvar. Þá borgarfulltrúi Einar Benediktsson óskað eftir því. Viltu svara? Fyrirgefðu. Þá borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir óskað eftir því að svara ansvari. Ég ætla bara að nota tækifærið og ítreka það enn og aftur. Það liggur fyrir að það engin varaáætlun vegna málsins. Það liggur líka fyrir
að við vitum ekki hvort að lausnin virkar sem að núna í gangi, þessi mynda lausn hvort að hún virkar. Báðir borgarfulltrúarnir sem hér hafa tekið til máls hafa tekið undir það að þeir viti ekki hvort þetta kemur til með að virka, en þeir vita samt ekki hvort þeir vilja hafa varaáætlun. Það skil ég skil ekki röksemdafærslu borgarfulltrúa annarra flokka hér fyrir því að viðurkenna vandann en vera ekki tilbúnir til þess að taka á honum. Borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið við það að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla ekki að fara hér bara mikið út í tæknileg smáatriði í málinu, en vil þó segja það að ég hef fulla trú á að þessi lausnu tenging við hverja hlið muni virka. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að svara andsvari öðru sinni. Nei, að veita andsvari öðru sinni, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hafði líka fulla trú á því að Hellisheiðarvirkjun myndi standa undir 303 megavatta orkuframleiðslu og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hafði líka fulla trú á því að við gætum staðið undir þeim samningum sem hann stóð fyrir að yrðu undirritaðir 31. desember 2008 stuttu eftir hrun. Þá hefur borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið við það að svara andsvari öðru sinni. Óskar borgarfulltrúin eftir því að veita stutta athugasemd. Gjörðu. Forseti, góðir borgarfulltrúar, borgarfulltrúin Sólveig Tómasdóttir hefur greinilega ekki hlustað alveg á ræðu mína hér áðan þar sem ég fór mörguleyti nokkuð vel yfir málið og þar gat ég þess meðal annars að þessi 300 megavött sem hún nefnir í greinargerð með tillögu sinni, þar var ákveðna topp nýtingu að ræða en að jafnaði var gert ráð fyrir að orkuveitan að þessi virkjun yrði keyrð á færri megavöttum. Þannig að ég held að við höfum farið varlega að nefna einhverjar svona tölur hér, en þetta munum við örugglega allt fá að sjá í borgarráði þar sem við erum farið vandlega yfir þetta. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að gera stutta athugasemd og þá hefur borgarfulltrúi Einar Benediktsson óskað eftir því að veita andsvar. Loksins kom að þér, Einar. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér líður ekki eins og köttinum hans Schrödingers, en þetta minnir mig svolítið á köttin hans Schrödingers, hann lifandi eða dauður, ég kemst ekki að því nema ef ég opna bóksið, en það gæti kostað það að ég myndi drepa hann ef ég opna bóksið, þannig að hvort hann lifandi eða dauður. Bara varðandi þessa málsmeðferð, að þá finnst mér að með því að samþykkja þessa málsmeðferð þá ég að samþykkja það að það þurfa að vera varaáætlun eða varaáætlun við varaáætlunina og því að borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir kallaði eftir því og það er mitt svar í raun og veru með því að samþykkja þessa málsmeðferð að þarna þá getum við kallað þessi gögn fram því að ef ég færi að samþykkja að það þyrfti að vera varaáætlun, hvaða varaáætlun ég þá að samþykkja? Þetta Schrödingers katt, þannig ég þarf að sjá hvaða varaáætlun ég að samþykkja, þannig ég óska eftir að þetta farið þessa málsmeðferð til þess að kalla þessi gögn fram þannig að maður hafi einhverja áætlun til þess að samþykkja. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Einar Benediktsson lokið við það að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þú þarft ekki að neinar áhyggjur af því, borgarfulltrúi Einar Benediktsson, að þú sért að samþykkja varaáætlun. Þú ert bara að samþykkja það að fela Orkuveitunni að vinna varaáætlun. Þetta snýst ekki að þú þurfir að samþykkja eitthvað sem þú veist ekki hvað er. Þvert á móti, þú ert einmitt að tryggja það að verkefni sem við vitum ekki hvort að gengur verði þá bakkað upp með einhverju varaáætlun ef illa fer. Þá hefur borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið við það að svara andsvari. Það hafa ekki fleiri óskað eftir því að veita andsvör, ótrúlegt. Og það hafa ekki fleiri óskað eftir því að koma upp og ræða málið. Þannig að við göngum til atkvæðagreiðslu. Mig langar til að biðja borgarfulltrúa að ganga inn í borgarstjórnarsal, gjöru svo vel. Taka til máls? Já, þá hefur borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir óskað eftir því að taka til máls.
Forseti, ég vil þakka fyrir umræðuna og ég meina að það er nú bara stundum þannig að fólk er ósammála og við komum sjálfsagt ekki til með að verða sammála málsmeðferðina hér. En einu vil ég vekja athygli á, svona undir lokin. Og það er að borgarfulltrúar Samfylkingarinnar hafa ekki tekið þátt í umræðunum hér í dag. Og það sætir furðu vegna þess að borgarfulltrúar Samfylkingarinnar hafa talað mjög fjálglega mikilvægi þess að pólitík í tengslum við Orkuveitu Reykjavíkur sé rædd í sölum borgarstjórnar en ekki á vettvangi stjórnar og þegar að uppkomi ágreiningsefni sem að varði pólitíska stefnumótun Orkuveitu Reykjavíkur þá skuli tekið á henni á vettvangi borgarstjórnar en ekki inni í stjórn Orkuveitunar. Svo þegar að mál eru borin hér upp, lögð fram og rædd að þá taka borgarfulltrúarnir ekki til máls og virðast ekki hafa neina skoðun á því hvort að unnin verði varaáætlun fyrir vegna þessarar mögulegu tengingar eða ekki. Og það finnst mér pínlítið skrítið, ég verð að segja eins og er. Þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu. Við berum málsmeðferðina upp að tillögunni. Nú langar mig ítreka það að biðja borgarfulltrúum að ganga inn í borgarstjórnarsalinn þar sem þeir þurfa að greiða atkvæði. Þá er það borið hér upp að vísa tillögu borgarfulltrúa Vinstri grænna varaáætlun orkuöflun og orkuframleiðslu Hellisheiðarvirkjunar til borgarráðs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefi merki. Það er einhver á móti. Og situr hjá. Já, þá er það samþykkt með einni hjásetu og fulltrúi Vinstri grænna boða bókun, einnig fulltrúi Samfylkingarinnar og Besta flokksins boða bókun undir þessum dagskrárlið. Við förum í 3. mál á dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Besta flokksins og Samfylkingarinnar